börnum, þannig að hann hefur svona viðtaka reynslu. Vertu velkominn, Sindri. Takk fyrir það. Mér langar eiginlega bara að byrja á að svona spurja þig, bara biðja að segja okkur svona aðeins frá þinni reynslu með einelti í grunnskóla. Hvernig svona... Já, hvernig svona það byrjaði, eða hvernig það var. Já, þú mátt byrja þar sem þú vilt. Ég bara varpa boltanum til þín, svona að þú dregur aðeins. Já, sko, til að byrja með þá þurfum við að tala skilgreiningu fyrst, áður en við í rauninni getum byrjað. Við erum með í rauninni, eins og ég upplifið það, þá erum við í rauninni með 3 stig. Við erum með óhapp eða árekstur, þar sem að átti sér stað á milli 2 einstaklinga og það getur alveg endað í slagsmálum, en það var ekki skipulagt eða fyrirfram ákveðið eða nokkuð álit milli einstaklinga komið fyrirfram. Þú getur verið með stríðni, sem eru leiðigjörn skot, sem að eru svona, hvað ég var að segja, orðin aðeins skipulagðari. Svo ertu komið með einelti og einelti í rauninni skipulagt niðurbrot á einstakling, hvort sem það líkamlegt, andlegt eða bæði. Ég laminn fyrsta daginn sem ég mæti í nýja skólann, 2 svar. Það ekki einelti, en það vegvísir á hvað gerist í rauninni. Það í rauninni ekki fyrir en ég upplifi það að ég verð að fara að gera eitthvað í þessu ástandi, að ég uppgöta, eða þú veist að ég bekennir að ég sé lagður í einelti, en þá í rauninni bæði árekstrar og stríðni búnir að eiga sér stað í alveg næstuð í heilan skólavetur, ef ekki gott það. Þannig að já, einelti fyrir mér mjög sterkt orð og mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að þetta sterkt orð. Þetta ekki orð sem við köstum bara út af því að maður lenti í einhverjum árekstri við einhvern eða út af því að einn einstaklingur eða fólk klikkar ekki saman, sko. Það eru ítrekaðir árekstrar eða einhver skot á millimanna, það ekki einelti heldur og má ekki nota þá orð yfir slíkt. Einelti sem ég fer í gegnum hvað á ég þor að segja klassískt, einelti sem átti sér stað fyrir tíma internetsins. Ég laminn marg ítrekað, andlegt ofbeldi, stríðni, útskúfun, ég afskiptur af bekknum þess á milli og þetta gengur alltaf lengra ef að menn komast upp með að hrinda manni, komast þeir þá upp með að hrinda manni og kýla mann og svona gengur þetta alltaf áfram og vindur upp á sig. Ég marg beinbrotin eftir barsmíðarnar, ég var stungin með hníf í öxlina. Þetta og til þess að útskýra kannski beinbrotin, þá þetta ekki að mér sé hrint og ég brotna, við erum að tala mér haldið á meðan þeir stökkva í dekkjarólur eins og voru alltaf í öllum skólum og þar eru 2 sem róla eins hátt og þeir geta og svo mér hent í vegg fyrir róluna og það náttúrulega bara mölbrýtur á manni rifbeinin, sérstaklega maður eitthvað létt. 35 kíló á badd, sko, þú veist það að maður kastast bara. Já. Eitt skiptið þá eru 4 drengir í 10. bekk sem setjast á mig í 8. bekk, byrjun 8. bekkjar. Og þeir skiptast á við það að berja mig í öxlina þangað til hún loksins brotnar. Það tók rúmt korter. Já, ég meina. Þannig að, þú veist, ofbeldið orðið ansi kerfisbundið. Já. Og þetta hefur þau áhrif að ég ekki í neinu íþróttastarfi í hverfinu, það ekki hægt. Ég get ekki labbað beint heim úr skóla, ég verð að bíða eða fela mig eða finna nýjar leiðir til að flýja af skólanum út á lóðina og svo þaðan eitthvað sem þeir get ekki náð mér. Þeir stundum bíða bara við heimili mitt, þannig að ég þurfti að finna einhverjar aðrar leiðir eða bara ekki koma heim og þetta svona, já, þetta svona, ef ég fæ að stikla á stóru, þá þetta svona nokkrir punktar. Já, akkurat. Þetta náttúrulega, einmitt, þín saga náttúrulega alveg bara, þetta þú veist, líklega svona með því grófara sem maður heyrir. En maður líka spyr sig, sko, hvernig einhvern veginn svona bara látið óáreitt, eins og til dæmis í þínu tilfelli, sko, maður einhvern veginn bara, ég held að það sé líka það sem kemur fólki svo á óvart, sko, að svona geti bara verið í gangi og enginn skiptir sér af.
Er þetta afskiptaleysi skólans eða bara veit enginn hvað í gangi eða hvað það sé? Sko, aftur þarf ég að vera erfiður. Ég náttúrulega að tala atvik sem átti sér stað 1991 til 95 eða 4 eða eitthvað stað þar. Já. Ég man ekki nákvæmar dagsetningar en sirka þarna, þannig að við erum að tala 25 til 30 ára gömul atvik sko. Þá var eineltisumræða ekki að fullu komin í gang. Aftur á móti, ég vinn með börnum sem verða fyrir einelti. Já. Ég vinn með áhættuhópnum sem að verður fyrir einelti og bara hvort sem það eru gerendur eða þolendur. Ég hef oft sett engan greinamun þar á milli hvað þetta varðar. Eymdin alveg jafn mikil sko. Já. En sem dæmi þá var setning sögð og hún svolítið brennd inn í mig síðan ég var krakki að það betra að vita hvar eineltið og það sé hjá einstaklingum sem aldrei neitt mun rætast úr heldur en það fari eitthvað sem við vitum ekki og skaddi hugsanlega tilvonandi einstaklinga í samfélaginu sem að munu ná eitthvað áfram. Og þetta var sagt af skólayfirvöldum í skólanum sem ég var í. Þannig að skólinn vissi þetta. Það var bara auðveldara að við aumingjarnir, ef aumingjar skal kalla, vorum þarna og þá í rauninni sluppu allir hinir góðu. Annað líka sem það að ef að þú ert með kerfisbundið vandamál og einn einstaklingur verður fyrir því, þá það miklu auðveldara að fjarlægja eina einstaklingin heldur en að reyna að laga eða breyta hugarfari og framkomu heildarinnar. Burtséð frá því hvort að framkoma heildarinnar sé rétt eða röng. Og þannig að það varð svolítið og svolítið auðveld lausn, mjög ódýr, að segja bara hann Jói litli bara alltaf búinn að vera erfiður. Ég veit að þau að stríða honum sko, en ekki bara best að hann reyna að finna sér einhvern annan skóla. En það náttúrulega ræðst ekki á þennan undirliggjandi vanda að það verið að níðast, það einhverjir einstaklingar komnir á þann siðferðislausa stað að telja það í lagi að níðast á einstakling. Hvort sem hann erfiður eða grey eða hvaða orð sem við viljum réttlæta fyrir að þetta sé í lagi. Já. Að það að fara á þann siðlausa stað, það þýðir að það einhvers staðar annars staðar raunverulegur vandi. Þetta myndbirting hans, ekki upphaf hans. Og það var ekkert verið að skoða það 1990 eitthvað. Þá bara skipti þetta ekki máli. Þannig að já, en að sama skapi, þetta ennþá að gerast í dag. Já. Það bara stutt síðan ég þurfti að hafa afskipti af barni sem var verið að leggja í gróft einelti út af taugasjúkdóm sem barnið með. Og þetta 2020. Þetta sko, barnið bara lamið í plokkfisk fyrir það að fæðast með taugagalla. Þú veist, og það sama gildir þar, barnið flutt skóla. Já. Það ekki verið að laga vandann, það verið að flytja hann. Já, einmitt. Ég akkurat maður staldra svolítið við þetta með sko, einmitt, þú veist, hvernig skólinn tekur á og líka bara með svona ábyrgð kannski kennara og fleira. En það náttúrulega, þú veist, kennarastarfið náttúrulega mjög vanþakklátt starf, það illa launað og fleira. 30 börn í kennslustofu í viðmiðun. Þetta óeðlileg og óraunhæfur fjöldi. Já, meðal annars niðurskurðar og í rauninni bara Excel-skjala, starffræði, formúlufræði, frekar heldur mannlegri nálgun, sko. Og já, það undirliggjandi líka. Þú getur ekki haft auga á 30 einstaklingum, það bara ekki fræðilegur möguleiki. Getur ekki gefið þeim öllum athygli. Af því að, þú veist, mér minnist að sérstaklega, ég einmitt sennilega kynslóð á undan þér og í minni skólagöngu. En ég var í skóla á milli 1980 og 1990 og mér einmitt minnist þetta að við fengum á ákveðnum tímapunkti bekkjarkennara sem að sko gjörbreytti einhvern veginn sko stemningunni í hópnum, bara því að hún var svolítið á undan sinni samtíð
og langar bara, að nota tækifæri og þakka henni fyrir, henni Margréti. En hún einmitt kom inn með alls konar svona sem að þykir svo sjálfsagt í dag, sem að var einmitt að hún bannaði sem sagt það að það yrðu haldin einhverju veislur og partí án þess að það yrði tilkynnt yfir bekkinn og öllum boðið. Og þú veist, hún einmitt reyndi svona að finna út styrkleika fólks og setja fólk í ákveðið hlutverk í bekknum og alls konar svona en eins og ég segi þessi kona var bara mikið á undan sinni samtíð og ég held að við eigum henni mikið að þakka, en ég man einmitt bara stemningin í bekknum breyttist rosalega við þetta, bara að fá svona manneski inn. Já, hvernig finnst þér þetta einmitt með eins og kennara, því að nú las ég viðtali við þig og það var eins og kennarinn svolítið í þínu tilviki kannski, já, ekki, ég vil ekki segja ítti undir einhelti en svona. Hann valdefni það. Já. Sko, kennarar eru annar uppalandi. Hugtakið annar uppalandi í rauninni fræðilegt sem segir að þú ert með foreldra sem fyrstu uppalendur. Já. Og svo ertu með stærra mengi af einstaklingur sem eru annar uppalandi. Það getur verið afi og amma, það getur verið þjálfarinn þinn í íþróttinniðinni, það getur verið kennarinn þinn og svo framvegis og svo framvegis. Þessir annar uppalandi áhrifavaldur í lífi barna. Hann svona alfa-meil beta í þessu öllu saman. Og kennarar valdefla bekkina sína. Ef að kennari leyfir eða lætur viðgangast, réttar sagt, hann lætur viðgangast, það nú sjaldan að kennari segir já, níðist á honum, en hann lætur það viðgangast, að það þögult samþykki. Vegna þess að börn testa ramma. Börn eru alltaf að gá, í lagi að ég sé hér, en hér, en nei, ok, nú ég komin á langt, þetta má ekki, ok, þannig að ég má vera hér, ok. Og þau eru að reyna að átta sig á því hvað þessi siðferðisrammi í samfélagi. Ef að kennari sýnir fram á það með þöglu samþykki eða annars konar aðgerðum, líkt og að einangra barn frá hópnum, að þá hann að geirnegla það inn í þennan siðferðisramma sem í mótun, að þetta barn ekki partur af heildinni og það má níðast á því. Þetta nokkurn veginn eins og þegar það verður einhvers konar frávik í dýraríkinu. Ef þú ert með hrafna sem allir eru svartir, þá mjög sjaldgæft að þú sjáir albinóa hrafna komast á legg. Hinir hrafnarnir útskúfan vegna þess að hann öðruvísi. Við mannfólkið erum að gera okkar besta til þess að reyna að segja, hei, við erum að reyna að leyfa öllum að vera inn í okkar mengi og viðhalda því þannig. En þegar við búum svona frávik til, að þá fær þessi grimmd, þessi dýrslega grimmd að ráða. Og það á ábyrgð kennara. Og það á ábyrgð hans að passa það að þetta sé ekki gerast og eigi sér ekki stað. Og ef að börn að testa þetta, að hann stoppi það af strax og fari í bara eðlilega verkferla eða að þetta bara öll börnin, bara allir, komist í skilningum það að þetta ekki boðlegt og ekki í lagi, með nokkru móti. Vandinn kennarar eru fólk og fólk upp og ofan. Þú getur verið með virkilega bóklega færan kennara sem samskiptalega séð rosalega eftir á. Það getur vel verið að hann sé allur að vilja gerður og hann siðferðisáttaviti vísir í þetta átt, en bara sökum getuleysis, þekkingaleysis og reynsluleysis í mannlegum samskiptum, þá grípur hann ekki litlu skilaboðin sem láta okkur vita að einelti í gangi. Og með því hann líka að valdefla gerendur. En þarna það ekki út af sinnuleysi eða ábyrgðarleysi eða bara kæruleysi. Það bara út af reynsluleysi og þekkingaleysi. En þetta allt upp og ofan að sjálfsögðu. Mér langar líka bara að ræða með svona, þú veist, að ég hef líka reynslu sem foreldri, þú veist, börn í grunnskóla, og það oft, þetta svolítið erfitt vegna þess að þetta svo stór, þú veist, það tekur bara heilt þorp að ala upp barn, ég held að það sé svona svolítið það sem við erum að velta upp. Og þetta einmitt, þú veist, þetta kennarinn, þetta skólayfirvöld, en líka kannski það stuðningskerfi sem að börn hafa
aðgang eða ekki aðgangað innan skólana. Hvernig sér þú það til dæmis eins og með bara sálfræðilega aðstoð og fleira innan skólana? Var eitthvað slíkt í boði? Hafðir þú til dæmis einhvern til að leita til? Nei. Barn í skólanum? Nei. Í rauninni ekki. Nei. Það eina sem ég man það að það var gangavörður sem að talaði fyrir mínu máli. Vandinn þar það að þetta var bara gangavörður. Já. Og þar með féll það. Þetta kemur rosalega mikið niður á það hvar við, ef við ætlum að tala um þetta í víðara samhengi, að ef við erum að fara að tala um samfélag og heild, að við getum ekki bent á einn hlut og sagt það þarf að laga þetta. Einn hlutur ekki nóg. Við erum ekki að kenna tjáningu nógu vel í skólum. Vegna þess að við erum upptekin í öðrum fögum sem við teljum mikilvægari. Ég ætla ekki í þá umræðu hvað mikilvægt og hvað ekki, annað en það að segja að það vantar hluti, það vantar hlutin í sköpunarparti. Þú veist, erum við að leggja meiri metnað í samskiptalega sköpun, söng, dans, leiklist, eitthvað sem við gerum saman, þar sem við getum fengið tækin og tólin til að búa til aðstæður sem eru ekki raunverulegar til þess að nálgast svona ádeilur, svona erfiða hluti, þar sem við getum æft okkur sem ekki við, hvernig við dílum við svona hluti eða hverjar eru afleiðingarnar af þessum hlutum. Sjáðu bara eins og skólaleikritið með litlu ljót eða litla ljóta andarungan sem eiginlega bara sama sagan. Þetta ofsalega góð tól til þess að kenna hvað eru afleiðingarnar af ákveðinni hegðun og hvað eru við efnislega að gagnrýna. Eins og með litla ljótur andarungan. Var þetta ljótur andarungi? Já, þetta var ekki andarungi og þar lendi mjög ljótur andarungi. En þetta var gullfallegur svanur. Og það var viðgengst í gegnum alla þessa sögu ofbeldi, árásir og einelti á einstakling vegna þess að hann var ekki fallegur andarungi. Við fáum ekki einu svona að vita það hvort hann hefði verið fallegur svansungi. Við bara fáum að vita það að hann var ljótur andarungi. Og það eina áherslan. Og svona sögur, hvort sem það í formi leikrits eða einhvers konar annars, ég meina hlutverkaleikir. Ég meina þetta er frábær leið til þess að koma svona hlutum inn. Rökræður, þannig að við lærum að vita hvað ég í rauninni að segja og hvað eru afleiðingarnar af slíkum hlutum. Mig langar að sjá svoleiðis breytingar og ég ber fullt traust til þess og trú að þetta muni laga helling af öðrum hlutum líka. Vegna þess að oftast þeir sem verða fyrir einelti, þeir eru öðrísi eða hugsa öðrísi. Sjáðu eins og barni með ADHD sem var Emil í Kattholti, njálginn í rassinum típan. Gefðu honum leikfjalir, skellt honum ofan á leikfjalirnar og sjáðu hann blómstra. Sjáðu Stefán Karl heitinn. Ég meina, við erum öðrísi gerð. Það er fullt af svona hlutum sem við höfum aðgengi að til þess að sporna við þessu og bæta einstaklinga inn í okkar samfélagi og þar með samfélagið. Við gerum það ekki vegna þess að við erum með aðrar áherslur og við viljum hafa aðrar áherslur. Það er að segja að kerfið vill hafa aðrar áherslur, skulum við segja. Ég held að samfélagi sé alltaf að leitast eftir þessu. Danni, þú ert með. Já, ég bara, þú veist, takk, ótrúlega gott að hlusta að tala um þetta. En ég var aðeins að velta fyrir mér varðandi, veist þú hvert, hvernig voru þetta, ef þú ert foreldri geranda eineltis til dæmis, hvernig best að bregðast við svoleiðis? Veistu hvort það sé eitthvað staður sem getur leitað aðstoðar eða hvort það sé eitthvað svona markvisst í gangi varðandi svoleiðis aðstæður? Þú ert með alveg rosalega mikið af málum. Ég er rosalega erfiður, ég biðst afsökunar enn og aftur. Fyrsta skref sem ég myndi ráðleggja foreldrum gerenda að gangast og horfast í augu við það að þetta sé eitthvað sem barnið að gera. Vegna þess að fyrsti vítahringur sem við dettum yfirleitt í sem foreldrar ekki barnið mitt. Það gerir ekki svona. Og það eyðileggur allt. Við erum með skólayfirvöld, við erum með sálfræðiþjónustu á vegum borga og sveitarfélaga, við erum með Ölfusáætlunina
og þau samtök, við erum með sjálfstæða sjálffræðinga og þess háttar sem geta líka örugglega eitthvað aðstoðað. Það víða hægt svo sem að fara. Við erum ekki með eitt ríkisbákn sem segir, þú veist, aðstoð við foreldra gerenda í eineltismálum. En það eru komin rosalega mikið af deildum eða svona afsprengjum af skólakerfinu okkar sem að tækla svona mál og getur beint okkur á ennþá sértækari braut. Þannig að eftir að búið að gangast og horfast í augu við það að barnið sé gerandi og það sé vandamál í gangi, að þá örugglega best að tala við skólayfirvöld. Það örugglega fyrsta skref. Tala við skólaskrifstofuna og segja, hæ, hörðu, mig langar að tækla þetta einhvern veginn, hvað á ég að gera? Skólayfirvöldin eiga að vera með á hreinu hvað næsta skref. Og þetta líka frábær leið til þess að knýja það í gegn að skólayfirvöld taki þátt í þessu ferli. Vegna þess að þetta yfirleitt ekki bara eitt barn. Eða bara eitt barn sem að verða fyrir þessu. Þú veist, það ekki alltaf bara eitt gerandi og eitt þolandi. Þetta stærra mengi og það valdeflir áhorfendurnir á eineltinu. Öll börn í skóla sjá þetta. Af hverju eru þau ekki að gera neitt í því til að stoppa þetta? Og þetta verkefni skólans. Þannig að þegar upp kemst svona mál mikilvægt að skólayfirvöld séu strax involveruð inn í þetta og að þau fái ekki stikk frí frá því. Dekkar þetta það sem þú varst að spyrja? Já, ég held að bara nokkuð ágætlega. Þú sagðir að við heldum einhverja, hvað sagðir, Ölfusáætlun, hvað sagðir? Ölfusáætlunin, já. Ölfusáætlunin forvarnar eineltis stefna sem að flest skólayfirvöld eða flestar skólastofnanir, það eru nú líka Hjallastefnan og Ísaksskóli og fleiri sjálfstæðar einingar líka til. Og ég veit ekki nákvæmlega hvaða afstöðu þær stofnanir eru með, hvort að þeir séu innan Ölfusáætlunarinnar eða ekki. En Ölfusáætlunin eineltisforvarnar verkefni og aðgerð sem að ríkið tók upp opinberlega fyrir þó nokkrum árum síðan og kemur að því að sporna gegn einelti og eineltismálum inn í skólakerfinu. Ég held að mitt elsta barn fætt 95, þannig að hún byrjar í skólanum eitthvað upp úr, 2001 held ég að fyrsta skólaári hennar. Þá var Ölfusáætlunin frekar nýtt fyrir að mig minnir, sko. Þannig ég held að þetta, það hefur verið tekið þá upp þarna rétt eftir að þú kláraðir þína skólagöngu, Sindri, ekki? Jú, akkurat. Ég klára skólagönguna mína 96, eitthvað svoleiðis. Þannig að ég held að Ölfusáætlunin sé ekki einu sinni komin þangað, sko, það á þeim tímapunkti, eða í mjög takmörkuðum mæli ef ég sé að fara með rangt mál. Það hefur örugglega verið rétt eftir einmitt að þú... Já, ég held það. Ég man ekki nákvæmlega hvenær hún byrjaði. Í henni samt sko, með innleiðingu Ölfusáætlunarinnar koma reyndar samt upp ný vandamál. Og það erfiða. Það tvíþætt samt. Annars vegar það sem viðkemur börnunum sjálfum og hins vegar kerfislægt vandamál. Kerfislæga vandamálið það að Íslendingar eru þannig gerðir að leið og við erum búin að redda málunum, þá þarf ekkert að redda þeim meira. Og Ölfusáætlunin varð svona riddarinn í skínandi brynjunni á hvíta hestinum, sko. Og það gerir það að verkum að við getum bara slakað á, komið okkur í hægindastólinn og lappirnir upp í loft. Einelti virkar ekki þannig að allt í einu kemur með einhverja pillu og allir eru glaðir, sko. Þetta ekki svoleiðis aðgerð, sko. Þannig að það eru mjög uggandi rannsóknarskýrslur sem hafa verið gerðar núna á 4 ára fresti, alveg frá 2006 held ég, sem að sýnir fram á það að með hverju árinu eykst í rauninni það mengi einstaklinga sem ekki vita af eineltisforvarnar aðgerð skólans, sem þýðir það að það mjög ábótavant. Fræðslan innan skólana almennt, heilt yfir. Og þessi könnun og þessi rannsókn nær til allra íslenskra skóla. Við erum að tala úrtakið 12.000 og eitthvað börn. Okay, wow. Og einelti í aukningu, það að aukast með hverju einustu mælingu og það eru uggandi fréttir og þetta landlægt kerfislegt vandamál innan íslensku stjórnsýslunar að leið og við finnum þennan hvíta riddara að þá bara erum við búin að redda þessu og það okkar helsta böl
þetta redda, þetta okkar akkillesarhæll, þetta bæði brynjan okkar og akkillesarhæll að við getum lagað hina ótrúlegustu hluti þegar við ákveðum að spýta í lófana og redda því, en eftir að við teljum okkur vera búin að redda því, að þá gerum við bara ekki neitt. En einelti ongoing, það alltaf í gangi, það hættir ekki og það þarf að sporna gegn því. Hitt vandamáli, og það snýst að börnunum, það að börn testa rammann, eins og ég sagði áðan. Börn læra ofsalega hratt, rosalega hratt og eineltið minnkað aldrei, alveg eins og rannsóknirnar sína, þvert á móti þar að aukast. Ástæðan fyrir því af hverju getgátur mínar eru fyrir því af hverju þær eru að aukast, vegna þess að þau eru búin að læra á kerfið. Þau börn sem kunna það eru búin að læra það. Þau vita það að þau get ekki farið og labbað upp á Jóa og lamið hann í smettið. Það bara virkar ekki. Þannig að þau gera aðra hluti. Þau eru með munnlega stríðni eða netstríðni, búin að neteinelti sem að ég held ógeðslegasta form einelti sem ég veit í mikilli aukningu, sérstaklega eftir að þú komst með Snapchat-dót þar sem að þú getur tekið eitthvað upp, dreift til fullt af fólki og svo hverfur það. Þannig að þú á endanum ástæðan fyrir okkur ég segja að það sé ógeðslegasta form eineltis að einelti misheiðarlegt, eins fáránlegt og það hljómar. Ef að ég ætla að lemja einhvern einstakling og það sé mitt form af einelti að berja einhvern, og þá þarf ég að standa fyrir framan hann. Ég þarf að horfa í augun á honum og sýna fram á það að ég að þessu. Afneitun að slíkri aðgerð eiginlega ómöguleg. Þú getur ekki sagt, nei, ég lamdi hann aldrei. Ég meina, já, ég með marblett á hnúunum og hann horfði á mig gera það, en nei, ég gerði það aldrei. Þetta virkar ekki og ekkert barn reynir það. Þú með andlegt ofbeldi og andlegt ofbeldi skiptist í stigum. Það hægt að benda og segja hí á þig sem aftur mjög sjónrænt og í eðli sínu heiðarlegasta formið af þessu, yfir í það að þú getur sagt, veistu hvað Laufey var að segja þig áðan, og þá allt í einu erum við komin með einum frá, og þannig erum við komin yfir í getgátur. Þetta rétt? Þetta ekki rétt? Var þetta sagt í alvörunni? Var þetta sagt svona? Meintum þetta? Eða hvað það var? Svo förum við yfir í ennþá óheiðarlegra dæmi. Nei, veistu það eru bara allir í skólanum að segja þetta þig. Ekki bara ég. Ég bara að segja það skilaboðin. Ég að segja það sem hinir að segja. Og þarna veistu ekki hverjir hinir eru og þú ert komin yfir í algjöru óvissu. Aftur á móti það alltaf eitthvað sem að segja þetta. Internetið, það tekur þetta ennþá lengra. Það algjör nafnleynd hver það sem að byrja með þessar sögusagnir eða staðhæfingar eða legar eða hvað það Þetta dreift áfram til óþekktan fjölda einstaklinga langt út fyrir það mengi sem þú ert með. Alveg eins og með hvað það hendarklámið þegar verið að birta nektarmyndir af fyrirverandi mökum og þess áttar. Þetta bara komið út í kosmosið. Það fólk í Timbuktu sem að sjá myndirnar og veit ekkert hver þú ert eða hvaðan þú kemur. Og þetta það ekki hægt að hafa stjórn á þessu eftir þetta farið þangað. Og ég eiginlega segi við sjálf á mig, ég bara þakka fyrir að internetið var ekki að þing inn á heimilum fólks þegar ég var lagður í einelti. Vegna þess að ég veit ekki hvernig ég hefði höndlað slíkt ofbeldi. Og já, þannig að við erum komin á, þetta orðið svo óheiðarlegt og það vandinn að eineltið búið að færast frá staðnum þar sem öll börnin eru saman, skólinn, yfir á internetið. Og þá vaknar spurningin, það vandamál skólans? Já. Og niðurstaðan einelti að aukast. Já, akkurat. Þetta einmitt snerti líka á því að sem þú og fleiri hafa sagt einmitt, að beinbrot gróa, eins ömurlegt og líkamlegt ofbeldi þá það oft andlega sem að situr eftir og náttúrulega einmitt þetta neteinelti svolítið snýst það. Já. Já. Sko, nú ætla ég að fá að halda aðra einræði, það í lagi, ég biðst afsökunar. Gjörðu svo vel. Sko, ég man mjög lítið eftir öllum barsmíðunum. Ég veit að það gerðust, ég ekki með lengur skýra tölu á hlutum, ég reyndi það að halda því við, það fór. Beinbrotin, það gerðist. Ég í dag á ekkert erfitt með það, ekki neitt. Ég býð 2. bekk, 60 nemendum cirka, í afmælisveisluna mína. Við tæmdum hjónaherbyggi, við áttum heim í stóru raðhúsi og
hjónaherbyggið í húsinu var á stærð við stóra stofu. Það var tæmt. Stórar græjur og allt saman sett upp. Það var allt gert til þess að hafa þetta þannig að þetta yrði sem skemmtilegast. Ég var einn í afmælinu mínu. Enginn kom, ekki ein einasta manneskja. Það gerir svona reynsla, og þetta var ekki 1 ár, þetta voru nokkur ár. Það var reyndar ekki farið í svona mikinn aðbúnað til þess að búa til afmælisveislu eftir þetta. Og ég læriði að bjóða frændum mínum og annað dót með í afmælisveislur vegna þess að þá voru einhverjir. En það hefur haft þá áhrif að þú sérð hvergi afmælisdaginn minn á neinum opinbeins og Facebook eða neinu svoleiðis. Það er ekki skilgreint. Ef að vefsíður biðja mig að setja inn afmælisdaginn minn, að þá setja ég einhverja aðra dagsetningu en afmælisdaginn minn. Ég held ekki almennt afmælisveislurnar mínar. Það bara, ég fagna ekki deginum. Þetta ger ég enn þann dag í dag. Reyndar undantekningin átti sér stað núna, ég var einmitt að ræða þetta og skrifa þetta, þannig að ég ákvað að reyna að storka þessu með því að halda afmælisveisluna mína í fyrsta sinn í langan tíma, núna bara þegar ég var 39 ára gamall. Og ég get sagt ykkur það, að þegar klukkan var að verða 8, þó ég hafi sagt, mæti einhvers staðar á bilinu 8 til 9, að þegar klukkan var að verða 8, þá var ég komið með svo mikinn kvíðahnút í maga að mér leið eins og ég hefði verið að gera eitthvað af mér. Mér leið eins og lögreglan væri á leiðinni og var að grípa mig við innbrot eða eitthvað. Það var allt á hvolfi í sálartetrun á mér. Fullorðnum manninum. Út af því að ég er að halda upp á afmælisveisluna mína. Út af reynslu sem ég öðlaðist þegar ég var barn og unglingur. Ég man ekkert eftir ofbeldinu. En þetta er fast í mér. Og miklu fleiri svona hlutir. Ég er bugaður með marga hluti varðandi andlega ofbeldispartin. Alveg eins og það að geta litið í spegil og ekki hata það sem maður sér í speglinum. Það tók mig mörg ár að læra þetta. Að endur uppgöta mig sem einstakling sem að er eitthvað álitlegur, að hafa trú á sjálfum mér. Og það er ekkert svo hlaupið að því að ná þeim punkti og það gera það ekki einu sinni allir. Sumir bera þennan körfubolta í maganum eins og ég var með alla daga vegna þess að þeir ná aldrei komið sér upp úr þessum pitti og þeir segja svo upp á, já en ég sem betur fer varð bara fyrir andlega eineltinu en ekki því líkamlega. Fyrir mér er þetta akkurat öfugt, ég prufaði bæði. Og ef ég þyrfti að gangi í gegnum svona einhvern tímann aftur, að þá mun ég alltaf kjósa líkamlega ofbeldið umfram þetta andlega, vegna þess að beinin gróa og það gleymist að mestu. En hitt, nei. Og til þess að fara með þetta ennþá svæsnara, ég sem sé vinna á skemmtistað þegar ég er 17 ára gamall og 18 ára gamall. Og sá staður var opinn fyrir hinsegin fólk. Og ég sem sé er að vinna þarna, ungur strákur, og þetta er strax stuttu eftir að ég er í rauninni búinn með eineltið. Þegar ég er 16 ára, þá er 16-17 ára, þá er eineltið að hverfa, eða það er að segja aktífli að hverfa. Og á kvöldin voru 60-65 ára gamlir karlmenn að þukla á kynfærinu á manni, fara innan á fötin manns, margítrekað og annað. Og mér fannst það bara allt í lagi þannig lagað vegna þess að minnst okkur allavega þeir voru ekki að lemja mig. Þeir voru jákvæðir við mig. Þetta er náttúrulega svæsi kynferðislegt ofbeldi. En maður er það skemmtur eftir eineltið að þetta er ókei í þeirri bjöguðu mynd sem maður er komin með inn í sálartetrun hjá sér. Ég sjálfsögðu í dag myndi aldrei taka þetta í mál og yrði bara foxíllur ef þetta yrði reynt að einhverju leyti. En þegar maður er orðinn þetta tjónaður eftir það niðurrif sem einelti er, þá er eitthvað ká frá einhverjum karlmönnum, það skiptir bara engu máli. Sem er náttúrulega keksruglað vegna þess að það skiptir hellingsmáli. En ég er einhvern veginn að reyna að koma því orð hversu ótrúlega mikið niðurrif á sálinni manns verður í einelti. Já, einmitt. Og mér finnst þetta mjög mikilvæg skilaboð því að þetta er líka eitthvað sem að maður heyrir mjög mikið því að ég er búin að vera að lesa svona viðtöl og fleira og ég held að þetta er bara mjög algengt einmitt og konur náttúrulega tala frekar um þetta
vissulega, nauðgunarmál og ofbeldismál, heimilisofbeldi og þess að meðal kvenna endurspeglar nákvæmlega þetta er sama birtingarmynd, þetta er sama eyðilegging á sálinni hjá viðkomandi einstaklingi. Og þetta er hiklaust undir sama hatt. Ég er alveg sammálaðið þar. Já, einmitt. Og það er líka kannski annað að að sko fólk tala stundum ég til dæmis talaði við vinkonu sem að reyndar gat ekki verið með okkur, en hún einmitt skrifaði líka smá pistil á Facebook og hún var aðeins að tala einmitt sko að það var henni svo mikils virði að sko hún opnaði sig á Facebook og að það voru nokkrir gerendur sem hefur samband við hana og báðu hana afsökunar. Já. Og þetta er einmitt kannski sýnir líka svolítið vandamáli, að börn eru náttúrulega bara börn, þau hafa ýmsa fyrirmyndir í lífinu og alls konar og kannski gera sér ekki alveg grein fyrir, það er oft einhver stríðni, reyna að vera fyndin, reyna að fitta inn og eitthvað fleira, en þau fatt ekki að þau eru að meiða aðra mannesku. Og hún skrifaði líka aðeins það að hún síðan sko ef hún fékk tækifæri, þegar einhver annar var lagður í einelti, að taka þátt í því. Af því að þá var fókusinn af henni og yfir á, og ég sé þetta svolítið sko, að einmitt fólk sem hefur lent í einelti stundum tekur þátt í að leggja önnur börn í einelti. Þú ert með 4 flokka. Já. Eineltismál í rauninni skilgreint inn í 4 flokka. Þú ert með gerendur, þolendur, áhorfendur og gerendur þolendur. Og við virðumst yfirleitt horfa einungis á að það séu bara 3 flokkar, fyrstu 3. Það er að segja hlutverki gerandi þolandi eða þolandi gerandi virðist afskipt. Ég get til dæmis talað nefnt bara mjög skýrt dæmi. Ég var mjög vondur og lélegur bróðir. Ég er elstur og þau gengu sína skólagöngu eineltisfrí á meðan ég var murkaður. Ég var miklu stærri og sterkari heldur en þau. Ég er 6 árum eldri heldur en miðjusystkini og ég er 8 árum eldri heldur en yngsta. Ég var bara ógeðslegur gerandi við þau í mörg ár. Já. Og það sem gerist líka þarna og aftur, þegar niðurrif á sálmanns komin þetta langt, þegar maður komin á þennan stað, að það að vita til þess að aðrir eru í svipaðri aðstöðu og eða að heimurinn virkar sem sé svona, sem líka annar faktor í þessu, að það veitir manni sálarhjálp í þessu bjagaða ástandi. Þetta er náttúrulega ég er engan veginn að mæla með þessu, bara svo það sitt ekki fram. Ég er einungis að lýsa upplifun einstakling sem þetta eyðilagður eftir þetta ofbeldi og þetta niðurrif. Að þetta verður að sáluhjálp fyrir einstaklingnum. Þetta aðrir hafa það jafn skítt og ég, setningin. Þetta keimlíkt í að ef ég fæ þetta ekki, þá fær þetta enginn. Það er að segja, með græðgina, sko. En þetta inn í ofbeldisheiminum, þetta er bara þannig. Þetta er alveg eins með þolendur kynferðisofbeldis, að það er mjög algengt að ungir, sérstaklega karlmenn, sem verða fyrir kynferðisofbeldi, þeir verða gerendur þegar þeir eru orðnir eldri. Það er mjög algengt. Og það sama gildir þarna. Þeir sem verða fyrir einelti eru mjög líklegir á einhverjum tímapunkti, ef þeir eru ekki búin að drepa sjálfa sig áður, að þeir verði einhvers konar gerendur líka. Og það er annað líka vandamáli. Einelti skilur eftir sig þannig að einstaklingur getur svipt sér lífi allt frá 11 ára aldri, sem er dæmi hér á Íslandi, og upp úr. Fólk er að vinna úr þessu máli og jafnvel nær því aldrei og 20 sviptir það sér lífi vegna þess að það bara komst aldrei aftur á góðan stað eftir svona niðurrif. Þannig að þetta er langvarandi eyðilegging. Já, og sem gerir það náttúrulega þeim mun mikilvægara fyrir okkur öll að taka á þessu. Já, í sameiningu. Alveg hiklaust. Já. Mér langar aðeins að því við þurfum nú að fara að hætta bráðum þó við getum setið í allan dag og talað örugglega. Og þetta er líka bara það mikilvægt, hvað svona, myndir þú vilja sjá? Því nú erum við með, eins og við nefndum á það, með Olveusar áætlunina sem að greinilega náttúrulega ein og sér ekki að skila neinu. Þó hún hafi mikið, hún hefur þýðingu út af fyrir sig, ég vil ekki alveg afskrifa hana, en hvað
það sem þarf að gerast innan skólana til þess að við getum reynt að uppræta einelti? Góð spurning. Ef það væri til einhver þægileg go-to reddumissu lausn, þá væri held ég búið að gera hana. Já, og það náttúrulega áætlunin eins og við nefndum. Þetta er þrotlaust starf. Ég vil meina það að tjáning, leiklist og þess aftar, og nú ég ekki leiklistar manneskja þannig, sko, ég fer ekki í leikhúsið en eitt svoleiðis, en það að setja upp leikrit til þess að leyfa börnunum að fá að vera ekki þau og upplifa hlutverk til þess að geta stigið út úr því, vera alveg ofsalega sterk tól til þess að laga svona. Ég vil sjá meiri rökræður. Ég vil að börn læri rökræður til þess að þau geti tjáð sig betur, bæði sín á milli, hugsanir sínar og annað, að þau þori og geti talað erfið málefni, svo hægt sé að stíga fram til þess að tala svona málefni. Ég vil fá hreinskilnar umræður þetta, afleiðingarnar og annað. Og við græðum ekkert á því að refsa í þessu kringumstæðu, það eru allir að tapa. Það tapa allir í einelti, gerendur og þolendur, kennarinn, skólinn, bekkurinn, það er allir að tapa. Ef þeir eru ekki að tapa siðferðinu sínu eða sálu sinni, að þá eru þeir að tapa í glötuðum vinnutíma, þekkingu, lærdómi, samkennd. Það skiptir engu máli hvað er drepið niður fæti, þú ert að tapa. Ég vil sjá miklu virkari aðhald í kringum foreldrana. Ég vil fá að sjá virkari samvinnu foreldra, hvort sem það í gegnum foreldrafélög eða bara einstaklingarnir sjálfir foreldrar, þegar upp koma svona mál. Og mig langar til þess að það séu ennþá fjölbreyttari úrræði kerfislega til úrlausnar á svona málum. Að við hugsanlega gömlu reynsluboltarnir í þessu, vonandi þeir reynsluboltar sem eru ekki reiðir lengur, það er mjög mikilvægt líka, að við séum fengin til þess að aðstoða, koma inn og tala og útskýra hluti og sýna fram á hvers slags vinnu þarf að vinna til þess að verða aftur einstaklingur sem getur tekið almennilega þátt í samfélaginu og gefið eitthvað frá sér og af sér. Og þess aftar. Við erum líka rosalega gjörn á að halda okkur, ertu rétt menntaður? Hvernig rétt menntaru þig í eineltisreynslu? Hvað er rétt menntun varðandi eineltisreynslu? Og þá kemur ég átti með háskólagráðu. Miðað við árin sem ég var lagður í einelti, þá já, er ég með doktorsgráðu. Það er bara alveg á hreinu. Miðað við árin sem ég er búin að vinna með gerendum og þolendum, er ég með doktorsgráðu. Ég hef borið 2 nemendur til grafar eftir sjálfsvíg. Þú veist, þetta ég get sagt ykkur það að þetta á engin manneskja að þurfa að gera. Aldrei. Hvorki foreldri að þurfa að bera barn sitt í grafar eða þjálfari að horfa upp á nemanda sem að verður fyrir þannig aðkasti og sálinn hans er á þeim stað að þetta er einhver lausn sem það er ekki. Þetta er ekki lausn. Þetta færir bara byrðinni yfir einhvern annan. Og það er okkar siðferðislega skylda sem samfélag að sporna gegn þessu og stoppa þetta ástand af með öllum mögulegum tiltækum ráðum. Ef það er ekki út á siðferði, hugsum við út á peningalegu séð. Þetta er einstaklingur sem hefur aldrei borgað skatta framar inn í ríkiskassan. Þú veist, mér er eiginlega nokk sama hvaða vinkil við tökum. Þetta er tap. Hvort sem það er á persónulegum nótum, tilfinningalegum nótum eða yfir á akademískum nótum eða hagfræðilegum nótum. Það skiptir ekki máli hvar þú drepur niður fæti. Þetta er tjón. Og við þurfum að sporna gegn þessu tjóni. Og fjölskylda í sorgarferli þar að auki. Þú veist, það eru 4, ef gefum okkur að næri fjölskyldan sé öll á lífi, þá erum við að tala 2 ömmur, 2 afa, það eru 4 einstaklingar, báðir foreldrarnir, við erum komin upp í 6, við hljótum að vera með við kjarnafjölskyldu, erum við komin með systkini foreldrana, hugsanlega önnur systkini þess þolanda sem svipti sér lífi og nær frændur og frængur. Við erum að tala 20 manns, hiklaust, þar sem allt er í mólum eftir þetta. Og það er bara fyrsta tenging. Þá erum við eftir vini. Þetta er rosalega smitandi, alveg ofsalega. Og þetta dreifist rosalega langt og gleymist seint, ef einhvern tímann. Daniel, ert þú með einhver
eitthvað fleira? Nei, raunverulega ekki. Og bara, þú veist, þakka þér fyrir og maður bara, ég hef engu að bæta, bara kjaftstopp og hlusta við tala. Já. Takk fyrir það. Það einmitt bara, ég held að þetta líka bara sýni mikilvægi þess að það verði tekið almennilega á þessum málum. Og ef þú hefur einhver við að bæta, þá eitthvað sem þú vilt segja fyrst. Já, mér langar til þess að allir spyrji sig eina lítilla spurningu. Ef ekki ég, hver þá? Ef við sjáum eitthvað svona og gerum ekki í því, hver þá gerir það? Ef ekki ég, hver þá? Einmitt. Bara frábær lokaorð og ég bara vona að við getum líka haldið áfram með þessa umræðu og tekið hana frá fleiri sjónarhornum og bara ekki síst að við tökum á vandamálinu upp með rótunum og reynum að búa í betra samfélagi. En bara þá kveðjum við úr hinni Reykjavíkar sinni og bara mér langar að þakka þér innilega fyrir komuna, Sindri Víborg. Takk fyrir að hafa mig. Já, bara takk og takk Danni fyrir samveruna. Við sjáumst aftur á föstudaginn. Takk.